heim. Loksins, þetta var löng ferð, það var einhver svona cancellations og eitthvað, þannig að þetta tók alveg töluvert lengri tíma heldur en hefði átt að gera. Hvernig er það? Ég veit það ekki. Það er weird. What's up, gang? Við erum komin út til Hollands. Loksins. Já. Komin heim. Við erum bara búin að koma okkur fyrir síðustu daga. Sem er næs. Koma okkur aftur í rútínu. Já, hægt og rólega. Byrjar að læra. Já. Þú byrjaði náttúrulega í skólanum fyrir bara mánuði eða eitthvað. Ég byrja ekki fyrir hann í næstu viku. En þá aftur á móti er Steinar búinn mánuði fyrr og ég er búinn mánuði seinna. Þannig að... Þú ætla bara að læra það. Og horfa á landsleikinn. Já. Áfram Ísland. Ég ætla að kíkja aðeins í bæinn, hoppa í nokkra búðir, síðan... Horfa á Ísland. Já, að koma heim og dunda mér eitthvað hér. Já. Yeah. Geðveikt. Við erum mjög ánægð að vera komin tilbaka. Halló. Ég er að labba heim úr smá bæjarstúsi. Ég tók ekkert eitthvað allt of mikið upp í bænum. Mér finnst eitthvað vandræðalegt í augnablikinu að tala fyrir framan símann. Sem er skrítið því það eru kannski 5 mann sem skilja mig í Maastricht. Já, ég er bara eitthvað reiðguð, en ég er að æfa mig núna, til dæmis er ég að tala fyrir framan símann. Og ég held honum svona upp fyrir framan mig og það er vandræðalegt, en það er alltaf í lagi að því ég þarf bara að æfa mig. Og þetta er bara góð leið til að stíga út fyrir þægindaramar. Ég fór í Söðslunni Gröni, síðan fór ég í asíska búð af því ég var að leita af einu, ég veit ekki hvað þetta heitir. Þetta heitir Liquid Smoke á íslensku. Síðan hoppaði ég bara inn í maturverslunina, stoppaði líka á markaðnum hérna í Maastricht sem er 2 í viku og var að kaupa mér, það er svona bás á þessum markaði sem selur bara svona ost, svona ostabás. Og ég elska ost og ég bý í Hollandi, bara land sem er frægt fyrir ost. Og ég er samt ekki búin að vera nógu dugleg að smakka alls konar mismunandi osta hérna. Þannig ég fór og ég spurði hvað mældi það með. Það mældi með einhverjum ost sem heitir Old Maastricht ostur. Og það er einhver svona ostur sem að þessi bær er þekktur fyrir. Ég smakkaði hann, ég fekk svona smakk. Hann er mjög góður, en ég keypti svoleiðis. Og mér langar að reyna að vera dugleg að kaupa mismunandi osta. Af því að ég elska ost. Og já, ætla bara að vera duglegri að reyna að smakka meira á svona hollenskt stöff. Svona fyrst að maður býr hérna. Hvað meira gerði ég? Ekki mikið meira, sko. Jú, ég hoppaði inn í Kruidvat, sem er svona... hvernig ég að lýsa því? Kruidvat þetta er bara uppáhaldsbúðin mín, sko. Hún er geggjuð. Þetta er svona eins og að þú blandar saman apóteki og snyrtivörudeild og bara setur allt á dúndurafslátt. Það er þessi búð. Ég keypti þetta í búðinni daginn. Þetta fæst ekki á Íslandi. Þetta er íseyskir mandarínu. Þetta er ótrúlega gott. Ég skil ekki okkur þetta fæst ekki á Íslandi. Þetta er ótrúlega gott. Það bara íta eftir ég að fá þetta heim. Hallo. Goedemorgen. Það er föstudagur. Ég ætla að kíkja á markaðinn. Af því Steinar er ekki. Og síðan ætla ég að kíkja í Kringloop Syd, sem er svona eins og góða hirðirinn hérna út í Hollandi. Af því að okkur vantar eitthvað stöff og ég hugsa að ég gæti örugglega fundið það þar. Og síðan í kvöld erum við að fara á pubinn
ætlum að hitta Elínu og Elínu og við ætlum að fara að horfa á leikinn. Steinar með thumbs up. Þannig að bara frekar skemmtilegu dagur framöndan. Ég að borða hérna Old Maastricht ost. Eða osturinn heitir Old Maastricht. Hann ekkert smá góður. Þannig að allir sem munu koma í heimsókn þið fá að smakka. En já, epli með ost. Það best. Anyway, já, ég bara aðeins að fá mér smá að borða áður en ég legg af stað í daginn. Steinar að hita upp fyrir hlaup, hann að út að hlaupa. Og já, síðan hann heldur bara að læra eitthvað í dag. Ég veit ekki hvað planið hans Það ógeðslega gott veður í dag allavega. Það alveg bara sól. Þannig að ég ætla að nýta sólina og vera úti sem mest. Þannig já, það planið í dag. Fyrir aftan mig lestarstöðin, sem bara næs. En hérna beint fyrir framan hana svona hjólageymsla, svona neðanjarðar hjólageymsla. Frekar cool. Ég reyndar aldrei farið þangað inn eða þangað niður. En þetta mjög töff konsept. Og þetta bara út allt í Hollandi, bara svona neðanjarðar hjólageymslur. Frekar cool. Steinar kominn að hitta mig. Ætlum að fara í fá okkur eitthvað. Hæ! Hæ Sæþór! Þetta Fósi. Já, Steinar kominn til mín. Já, árum í það. Og við ætlum að fara að fá okkur eitthvað að borða. Já, bæ. Okay, camera you first. Spennandi. Mjög. Það lokkar vel. Þetta gott. Þetta mjög gott. Skál. Það eitthvað voða skrítið listaverk hérna. Steinar sagði að þetta væri krakkar að spila. Spilafíkla. Já. Ég sjálf veit bara ekki hvað þetta Þeir eru klárlega að spila samt. Það eins og þeir séu að spila boccia eða eitthvað. Smá hál. Þetta bara eitt hlutur, þannig að not much of a haul en Svo? ég ekki svona. Fyrir airfryer? Nei, jú, mögulega. Þetta svona sigti. Með hatt. Þú ert að fá þér núðlur að hella vatninu, svo heldur hingað þegar maður að ná pasta úr vatni. Sniður. Kartöflur úr vatni. Þetta góð kaup. Þetta góð kaup. Mjög ánægð með þetta mikið. Wow! Wow! Mamma á svona heima og ég nota þetta óspart þegar ég heima. Óspart, sko. Ég mætt í hollenska góða hirðin og að leita mér að dollum. Af því við eigum bara 2. Þannig að sjáum hvort ég finni. Og ég líka leita mér á svona ávaxtaskál. Þannig að það mission dagsins. Ég held að ég hafi fundið bollan minn. Mér
Mér finnst svo gaman að koma á svona staði og bara skoða og finna eitthvað svona skemmtilegt. En Steinari finnst það svo leiðilegt, eða kannski ekki alltaf leiðilegt, en svona 90% tíma þá nennir hann ekki, þannig ég fer bara einn, sem allt í góðu. En ef það einhver af fólkinu okkar sem fílar að koma í svona og vill koma með mér, þá megið þið endilega láta mig vita og bara koma út sem fyrst og við getum farið í bara drauma, bara vintage shopping ferð. Ég fann bollana. Ok, þetta var bara ágætlega successful ferð. Ég var á hjólinu á leiðinni heim. Ég með brothætt stöf í körfunni og brothætt stöf í bakpokanum. En ég keyri bara varlega og þá ætti þetta í lagi. Ég náði að kaupa allt sem var á listanum og meira, sem er geggjað. En það er eitt sem ég var með í huga sem hefði verið næs að kaupa, en ég fann það ekki. En það gefur mér bara aðra ástæðu til þess að þurfa að koma aftur einhvern tímann. Ég ætla að hjóla heim og sýna síðan hvað ég keypti, af því ég veit að það vilja allir sjá það. Oh my god, hvort sem að það sé brotið eða ekki. Ok. Já, smá Haul. kringlúp djúit haul. Cool. Það brotnaði ekkert á leiðinni heim, sem er gaman. Við byrjum bara á pókanum. Byrjum á póka. Ok. Það ekki, ég held að það geti virkað. Já, við erum að prófa. Ég þarf að sýna myndavélinni. Já. The issue. Sko, planið með að kaupa þetta er að öll hnífapörin okkar eru í þessari skúffu, eins og sést. Og síðan hérna uppi er bara eitthvað svona random skúffan okkar, en hún er ekki jafn djúp og þessi skúffa. Þannig að við getum ekki bara, tekið þetta upp úr og setta hingað, setið það hingað, setta, ég veit það ekki. Þannig að ég fann þennan og ég er að hugsa að hann kannski vonandi passar. Þannig að, já, þetta verður eitthvað svona smá verkefni. Þannig keypti ég eitthvað basic vasa. Það þurfum bara að kaupa þú. Ég fann, já, það var tulpan. Fann síðan bara eitthvað svona basic ávaxtaskal. Nice. Það var næs, eða ekki? Setja bananar á appelsínurnar. Já. Það var fínt bara á aftur, kostaði ekki neitt. Ég fann bolla. Það var lélegt úrval af bollum, en ég keypti bara 2 basic bolla. Nice. Það Ekki. er flott. Bara 2 basic bollar. En ég keypti 2 svona litla Tiny. tiny, af því að ég Cool. fæ mér alltaf á appelsínur í morgumat og minnst næst að borða með svona litlum gaffal. Svona tiny lítill cute gaffal. 2 svona glös. Þessi er skemmtileg. Ekki? Já. Það er gaman að eiga fullt af mismunandi skemmtilegum glösum. Hvað stendur það? Young London. Það stendur Young and Co. London. Þetta er eitthvað brugghús í London. Cool. En þetta voru góð kaup og gískaðu hvað þetta kostaði. Allt samtals. Já, Þetta gískaðu hefur hvað verið þetta svona kostaði. 10 eurur. Nei maður, ég borgaði held ég 6,5 evru Fyrir þetta allt. fyrir þetta allt. Það er rosalegt. Það er grenjandi rigning úti í dag og ég þarf að fara í skólann, þannig að ég er og á hjóli. Bæði. Get ég stilt ykkur upp hérna einhvers staðar? Nei, örugglega ekki. Ég er í regnbuxum, regnskóm og úlpu. Sjáum hvort að ég haldist þul eða ekki. Já, þetta er ekkert eitthvað besta angle, en þetta verður bara duga. Ég voru að fá nýjan vintage pakka. Ég er mjög spennt fyrir þessu. Ég held að þetta eftir að nýtast okkur vel. Aha, er þetta ekki cool? Nice. Já, þetta er svona grænmetis
Skeri. Skerari. Skeri. Sem ekki nota þetta á epli og svolítið. Jú. Og þetta er bara Hvað er það að skera eitthvað? sveppi. Sveppi. Cool. Og sjá, það er svona mismunandi, þannig að það er hægt að gera sneiðar, það er hægt að gera svona. Báta. Þú veist, laukur, aldrei að skera lauk aftur með þér. Cubes. Hvað er það? Nice. Cool, sko, það er svona mismunandi blöð. Þannig að maður getur skorið mismunandi svona, hvað heitir þetta? Fór. Já, takk. Katchi. Og svo getur maður sett, þú veist, bara í boxið, skilur, ef að skera eitt svepp. Hvað er þetta að hafa? Svolítið stórt, en prófa. Já. Tilbúin. Já. Það var bara skorið. Nice. Það er geðveikt. Þetta er alveg kaup. Það ekki? Já. Þetta er geðveikt. Geggjuð kaup. Þetta á að vera á öllum heimilum. Sammála. Heyrðu, við varum að sækja pítsur sem að ég vann í gjafaleik. Mjög kærkomið að vera nemendur, þurfum ekki að borga fyrir kvöldmat. En við þurfum að hjóla til að segja, þetta var eitthvað svona take-away tilboð sem ég vann. Þannig að við þurfum að hjóla heim með pítsunar. Ég veit ekki alveg hvernig við erum að fara að gera það. En Steinar ætlar einhvern veginn að finna út úr þessu. Ég reyndar myndi að gera þetta á annan veg, en Hvað stóð þessu? sér, þú tekur við svona og síðan svona. Ok, prófa. Nei, it's okay. Þú verður bara fyrir aftan. Já. Tilbúin. Vel Og gert. við fengum líka 2 drykki og 2 eftirrétti. Vá, hvernig við eftir. Þannig að frí dinner pizza á okkur, sko. Sjá hvernig þetta fer. Þetta er voða flott. Heyrðu, þetta var ekki alveg að ganga. Þannig að settum maður að hjóli mitt í staðinn. Og þetta lukkar miklu betur, eða ekki? Já. Þetta er miklu betra. Sko, Þetta fer ekki neitt. nei. Alright. Nei, maður, þetta var Já, spurning hvort það eru að vera heitar, en það kemur í ljós. Þú veist það góð. Aha. Já. Hvað er? Já, ég fæ mér. Þetta eru fríu pítsunar okkar. Síðan fengum við fría ostaköku, frítt tiramisu og 2 fría drykki. Þannig ég valdi bara 2 kók fyrir Steinar. Woohoo! Mjög gott. Það borgar sig að taka þátt í Instagram-leikjum. Ó, já. Það er karnival í dag. Dagur 15. febrúar. Þá byrjar karnival í Hollandi sem er einhver svona hollenskur hátíð. Já, íslenskan er geggjuð. Ha? Ég kann ekki að tala lengur. Ég veit það ekki. Anyways, það er það er karnival í dag. That's all you have to know. Og dagurinn byrjar, eða karnival byrjar á einhverju svona massífri skrúðgöngu úr hverfinu okkar yfir í miðbæinn sem er bara hérna rétt hjá okkur. Og fólk er í alls konar skrýtnum búningum og litirnir, karnevallitirnir einkennast af gulum, rauðum og grænum og bara svona ógeðslega ljótur gulur, rauður og græn. Já, við ætlum að fara aðeins út í karneval og bara sjá hvað þetta er og eitthvað, ekki? Kíkja aðeins á fólki hérna á menninguna. Já, upplifa þetta Já. og síðan ætlum við að koma heim og chilla. Steinar ætlar að gera eitthvað næs. Ég ætla að horfa á Ólympíuleikana í kvöld af því að skautarnir eru í gangi. Já. Þú ert reyndar búin að vera að horfa á skautana með mér sem er búið að vera mjög skemmtilegt. Vá, flottur. Það er meira svona ballerina. Já. En já. Já, þannig að ég ætla að horfa á það.
og njóta. Þessi fáni er svona litirnir, einkennir hann að litina af karneval. Þetta er voða spes. Þurfum ekki að gera skyldu outfit of the day. Við ætlum ekki að vera í búningum af því að við eigum ekki búning og við ætlum ekki að eyða pening í búning sem við notum í dag. Þannig vonandi fáum við ekki allt og slæm sem er, vonandi horfir fólk ekki á okkur allt og illa. Ég er í peysu sem ég prjónaði og ég er mjög ánægð með hana. Sen er ég í pilsi, buxum og geggjum boots. Og Steinar er eitthvað að skipta föt þarna í bakgrunni. Ég veit ekki hvort hann hafi sjást. Hey, ok. So far, 0 upp í 10. Hvað er 10 sko? Þetta er geggjað. Þetta er alveg fáránlega. Það er svo mikil stemming. Það er bara, hvað er að gerast? Já, ég veit það ekki, en I like it though. I'm here for it. Bara ekkert eðlilega mikið af fólki hérna. Já, ég hef aldrei séð svona mikið af fólki hérna. En fólk kemur samt alveg bara að utan til að koma á þessa hátíð hingað. Þannig að gaman að búa hérna og upplifa þetta. Woohoo! Það loka þessu. Ok. Steinar á afmæli í dag. Við vorum að klára minigolf. Það var mjög gaman. Það var bara góð. Allt er góð. Ég tók reyndar ekkert við minigolfinu, ég fylgdi því alveg. Já, ég var eitthvað svona. Ok, cool. Og síðan vorum við að stoppa í bakarí sem heitir Ginny's og það er bara besta bakarí í bænum. Og vorum að kaupa smá afmælis múffur. Úps, þær eru smá krampar hérna. En lúka vel. Steinar valdi sér gulróta og ég valdi Red Velvet. Spennó. Sæti afmælisstrákurinn. Smaka. Já, gerðu reveal. Viltu að ég taka? Oh my god, þú verður að halda. Þetta er flott. Góð. Góð, þetta er góð. Já, það. Wow. Hvað er? Ok. Þú að sjá það. Ekki? Órálega góð. Þetta er örugglega svipað krem, þetta er svona rjómaostakrem. Má ég smaka þína? Já. Smá. Góð. Mínu betri. Vil smaka? Hvað er það erfitt? Hún tók það bara krem. Hvað finnst þér? Já, hún er mjög góð. Hún er mjög góð. Hvort finnst þér betra? Mín. Ok. Bara út af því finnst þín betri. Nei, finnst þér þessi betri? Nei. Þetta er samt svo svipað. Þetta er mjög gott.
Það er næst. Ég lúkka eins og strákur. We could be a gay couple. Já. Við erum á leiðin í garðinn og ætlum að chilla þar og lesa bók. Lesa góða bók, leggjast aðeins í grasið. Af því að það er bara random, bara 18 gráður og sól. 18 gráður, já. Og hvað er dagsetningar í dag? 25. Jú, 25. febrúar. Það er bara random, Það var sko fáránlega gott veður. snjókoma bara fyrir viku síðan. Já, og núna er bara crazy gott veður. Það fara bara allir úti og bara ógeðslega svona nærandi fyrir sálina. Ángrín sko. Fá smá sól. Sólina í smítu. Sérstaklega þegar akkurát núna á Íslandi er bara einhver gul viðvörun og Snjór. slitta og bara veður. Þannig að það er ógeðslega næs að það sé svona ógeðslega gott veður hér. Svo maður fara að njóta. Þetta er næs.